Hólmfríður Ófeigsdóttir sauðfjárbóndi á Búastöðum í Vopnafirði, en hún einnig mikil listakona og hönnuður, prjónakona og heimskona. Við heimsóttum Hólmfríði til að fá að sjá handavinnuna, en hún eftir því sem best við vitum svo eina á landinu sem prjónar úr hreindýraskinni. Allt hófst þetta heima á Reykjaborg í gamla Lýtingstaðarhrepp í Skagafirði með leiðsögn frá ömmu Hólmfríðar. En amma dó sko þegar ég var 10 ára, svo að það hefði verið fyrir þann tíma sem að hún kendi mér að prjóna tvíbandað. Já. Sem það nefnilega ekki allir sem kunna það. Nei, það alveg. Og líka það að hún kendi mér alveg sérstakt handtak, sýnt eitthvað eftir hérna, að halda á prjóna. Já. Er þessi þekking bara að deyja út? Já. Þú þarft að kenna fólkinu. Því miður, og líka það að sko fólk getur ekki orðið prjóna fram og tilbaka almennilega á slétt nema með einhverjum tilfæringum. Við skulum ekki tala um það. En segðu mér aðeins með munstrin. Já, þetta sem munstur eru nána, sko, það annað kapitel með munstrin. Amma, ég veit ekki alveg hvað þetta var, en amma, hún kemur þá líka til sögu. Hún fer eitthvað, mamma prjónaði mikið af peysum og svona. Og þá fer hún eitthvað að tala um það sé ekkert mál fyrir mömmu að búa til munstur. Og hérna, og svo bara, ég held við 12-13 ára þegar ég byrjaði sko svona lítillega og ég á eitt mjög gamalt, það er ekki vettlinga því núna sko, sem ég gerði, ég ætlaði að búa til peysu. Það var aldrei neinn peysa, en það höfðu vettlingar sér. Þetta munstur, þetta mömmu. Og mamma dó, það 50 ára sinni mamma dó. Og hérna þegar eftir hún var látin, þá fann ég blað með stóru munstri og þetta bara eitt horn, þetta bara smá svona bútur af því. Svo það 5.000 kallinn, eða ættum við ekki frekar að segja kellingin, sem var Hólmfríði innblástur að hönnun. Sjáðu hérna, hérna. Vel, sjóðu, þetta sama munstrið. Þetta munstrið hérna? Já, og svo þessi hérna, það þetta hérna munstrið. Já. Sjóðu, hérna. Þetta algjör snilld. Hólmfríði fer allt til að leita munstrum og hugsar út í öll smáatriði við hönnunina. Ég reyni, eftir sem ég get, að hafa lófan eitthvað í samræmi, en það tekst nú ekki alltaf en oftast. Hvað ertu lengi með eina svona vettlinga? Ég bara mjög sömni. Já. Sko, ég hef, ef ég það sem ég hef sko auðveldast, sko síns og þetta, að þá sko fullorðins, ég meina þá fullorðins vettlinga, ég 8 tíma með einn vettling. Já, með einn vettling? Já. Sko ég með eitthvað milli 30 og 40 must. Já. Og kanntu þau all utan að? Nei, ekkert af það. Nei. Ég bara með svona. Já. Sko ég eiginlega kynntist fyrst jurtalitun þegar ég var heima, sko heima í sveit. Þá var amma, hún litaði nefnilega laun. Nú, þurfti maður að gera það í felum? Já, hún gerði það í felum. Af hverju? Ég veit það ekki. Ég hef ekki hugmyndu það. En ég vaknaði einhvern veginn nóttina með einhverja martröð og þá uppgögvaði það að amma var að amma og mamma voru að lita. Þannig amma sendi okkur alltaf út að tína arfa af því að hún þurfti að gera við giktinni. Við sáum hann aldrei nota. Svo ég hef grunað það að hún hefði notað arfa sem festir. En svo þegar ég til Sviss, þá kynnist ég aftur jurtalitun. Bara svona sá jurtalaband og festaði og svo var ekkert meira neitt með það. Svo það 92, þá fer ég til Akureyrar með annarri konu og ég hafði ekki vísan gististað, svo ég lenti bara í ókunnugt hús á Akureyri með þessari konu. Þá var konan að jurtalita. Jenny Karlsdóttir heitir hún. Og ég bara hrifst svona af þessu að ég sá nokkuð seinna að það var verið að auglýsa hérna á Eiðum jurtalitannámskeið hjá Guðni Marinósdóttur. Ég bara dreif mig og fór þá að hef verið að lita síðan. Og það ekki ofsögum sagt að Hólmfríður áhreint ótrúlega mikið úrval af jurtalituðu bandi sem hún prjónar úr.
Hún notar meðal annars kaktuslús, rabarbarablöð, lúpinublóm og lauf og njóla til litunar og haugarfa sem festir, svo eitthvað sé upptalið. En til að þekkingin glatist ekki þarf að vekja áhuga yngra fólks og því glatist hún mikið þegar frænkanar kom til liðs við hana. Þá hitti ég fyrir tilvíðunum frænku mína, Þýreiðu Hlífarsdóttur. Og hún kom hérna 2018 og hún búin að koma á Bustaðarstein og við erum að lita í hjallinum á Bustaðarli síðan og þetta sko árangun að því sko. Og hún skrifa allt niður sko, alveg hreint. Já. Antonía Sigurðardóttir svo sem fyrst prjónaði úr hreindýraskinni svo vitað sé og kendi Hólmfríði hvernig hægt að klippa þráð úr hreindýraskinni til að prjóna úr. Og ég sýni ykkur trikkið, sjáðu, það putti hérna. Ég klippi alltaf eftir puttanum. Sjáðu, legg puttanum hérna. Sjáðu, legg puttan hérna. Og svo bara klippi ég þing eftir þing eftir þing. Hvaða stærð á prjónar þið? Allt frá 2 og upp í 6. Hólmfríður, segðu mér bara hvað þú ert lengi að klippa í, segjum til dæmis það sem þú prjónar svo í eina hyrnu. Það svona 30-36 tíma. Og situr þá bara við? Nei. Og ég alltaf með prjónana með mér, leðurprjón erlendis. Ég búin að finna það sko. En ég hef ekki fundið neitt sem hefur prjónað fyndir og ég hef búin að leita í öllum Norðurlöndunum. Sjáðu, hvernig ég held á þessu. Sjáðu, ég hef hérna, svo nota ég prjónin og bandið og það skorðast, sjáðu. Sjáðu, svo fer ég svona. Þetta svona var gert í gamla daga. Það aftan í? Já, sjáðu. Þetta svona kemur að maður með svona.